tveir. Heyra að samkoma, virðulegu gestir. Við erum Ham. Herðu, við erum núna á leiðinni tók við til að spegja. Já, við erum á leiðinni til Óttar Proppé, tónlistarmanns og alþingismanns núna í dag. Og við ætlum sem sagt að ræða aðeins við hann tónlistina og hljómsveitirnar hans, Dr. Spock, Ham og jafnvel kannski spura hann eitthvað út í stjórnmálum, hver veit. En allavega við erum alveg að fara þetta til að yfir kallinum. Velkomin í þáttinn, Óttar Proppé. Kærar þakkir. Við ætlum svona aðeins að forvitnast þinn tónlistarferill. Ég var svona krakki sem að fílaði músík alveg bara frá því ég man eftir mér. Sennilega fyrsta lag sem ég man sérstaklega eftir að hafa fallið fyrir var Bridge over Troubled Water. Ég er tiltölulega nýbúinn að átta mig á því að það var Elvis-útgáfan sem ég var að fíla en ekki Simon & Garfunkel. Eitthvað í þessari Elvis-útgáfan er svo gersamlega over the top geðveik útsetning, sko. Og eldri bróðir minn átti Slade-plötur sem að alveg, það var einhvern svona sprengikraftur sem að ég kveikti á. Ég var settur í tónlistarskóla með litlum árangri, spilaði á píanó og í lúðrasveitum og var þá yfirleitt látin spila einhverja að mér fannst leiðinlega músík eftir nótum. Og fyrsta svona band, ef svo má segja, var félagi minn Örn Arnarsson, gítarleikari á Hafnarfirði. Við vorum svona dund okkur við að semja einhver lög. Ég held að það hafi verið mín gæfa. Ég var aldrei sérstaklega góður hljóðfæraleikari. Þannig ég neyddist til þess að gera eitthvað annað. Ég var ekki góður söngvari heldur en ég neyddist til þess að syngja eða semja texta og hafði gaman að semja texta. Og Björn Blöndal var ungur drengur sem átti bassa, þannig að hann fór að spila með okkur. Og síðan kynnist ég Sigurjóni Kjartansinni, þessum villing frá Ísafirði sem var fluttur í Kópavoginn, sem var fróðufellandi punkruglutallur með gítaráhuga. Og einhvern tíma kom upp þessi hugmynd að tengja Hafnarfjarðarklíkuna og Kópavogsklíkuna og Bjössi minni mig reddaði plássi í æfingahúsnæði einhvers staðar. Og við segjum svona að það hafi verið upphafið af Ham og þegar að Swans komu og spiluðu í MH 87 og spiluðu það sem sagt var háværustu tónleika Íslandssögunnar. Við Sigurinn fórum saman á þá tónleika og vorum sko bara með svona öskrandi són í sko 2-3 daga eftir þá tónleika. Tók okkur svona hálftíma að geta öskrast á eftir tónleikana. Það var svona dálítið útgangspunkturinn þegar við byrjuðum. Það var bara svona eins mikið læti og hægt var. Og þá hafði ég aðeins verið að vinna með gamla analógsynta sem ég hafði komist í Ameríku og átti gamlan Moog, svona Polymoog, Monster eitthvað sem ég notaði aðallega til þess að búa til garg. Og ég byrjaði sem sagt með þá græju í þessum jam sessionum eða æfingum eða hvað við köllum þær. Þangað til að ég held við höfum sprengt magnara sem það var gert í gegnum. Og þá tók Sigurinn þá svona executive ákvörðun að ég myndi syngja með sér. Og svo einhvern veginn gerist þetta mjög hratt þegar að það band verður einhvern veginn fast og Sigurinn fer að moka út lögum sem að virka. Þarna 88 að gera hlutinni mjög hratt af því að það er líka
sami tími og Sigurmálarnir að slá í gegn í útlöndum og við spiluðum fyrsta giggið okkar í mars. Fórum inn í stúdíó Stemmu sem að þá var, sem að Diddi fiðla rak út á Seltjarnarnesi í íspinninum í risastórum gömlum kæliklefa. Svona með 10 metra lofthæð eða eitthvað og þangað fórum við inn bara með stærstu magnara sem við náðum í og settum allt í botn og fengum bara drunur. Þannig að við tókum hana þá plötu upp mánuði eftir að við spiluðum fyrsta giggið og Sigurmálarnir vildu endilega gefa þetta út á smekkleysu og síðan nokkrum mánuðum seinna þá vorum við farnir á túr með þeim í Þýskalandi. Þannig að við tókum svona þennan rockstjörnupakka á mjög skömmum tíma eiginlega og þróuðum bandið frá því að vera einhvern veginn svona 3 gaurar að djamma og reyna að berjast í að hækka í ónýtum mögnurum eins og hægt var yfir í að vera miklu meira alvöru rockband einhvern veginn. Það þróaðist einhvern veginn þannig að Sigurjón varð aðal lagasmiðurinn og ég textasmiðurinn og við höfum svona gott vinnusamband einhvern veginn sko. Hann kemur með hugmyndir, kastar þeim fram á mig eða á hópinn og það er svona vinsað úr og pröfa hvað virkar. Þá höfum við yfirleitt ekki komið með neina texta en við mestarlega einhverja frasa í viðlögu eða eitthvað svoleiðis fyrir bara alveg á lokastigum þegar að lagið er komið saman. Og þá einhvern veginn svona láta lagið aðeins tala við sig hvað það er. Og þannig mjög oft eru textar endanlega ekki skrifaðir fyrir bara jafnvel í stúdíóinu eða bara nokkrum dögum áður en farið í stúdíó. Nú erum við í svona svolítið sérstöku rými, Óðar. Já, ég kallaði þetta stúdíó Stórar Stelpur af því að við erum hérna í kjallaranum undir versluninni Stórar Stelpur. Þetta hérna er svona setustofan í æfingahúsnæðinu. Þannig að þegar að menn eru orðnir þreyttir og sveittir einhvern veginn eftir spilamennsku og ætla að stoppa allir þess að spjalla eða skipuleggja málin þá þurfa menn ekki að gera það einhvern veginn eins og á síðasta stað þar sem við vorum, þar sem við fórum þá fram á gang þar sem voru sæti fyrir 2 og hinnir voru einhvern veginn svona innanum og upp á mögnurum og eitthvað. Já. Og hérna fá menn sér bjór við og við? Mér sýnist það, já. Þetta er einhvers konar safn. Ég veit nú ekki alveg hverjir bera mesta ábyrgð á þessu. Allavega fyrst þegar ég kom hérna þá var þetta ekki svona fjölbreytt. Þú ætlar að sýna okkur hérna geymsluherbyggi sem er nú ekki mjög algengt í svona æfingarhúsnæðum. Nei, ég held að þetta sé nefnilega sko jafnvel mikilvægasta herbyggið í komplexinu. Venjulega eru æfingahúsnæði ekki með geymsluherbyggi undir græjur sem þýðir að æfingaplássið er troðfullt af stöffi sem er jafnvel ekki verið að nota eða biluðum boxum og svo framvegis. Já. Af því að Finni söngvari í Dr. Spock, ég hannaði þetta og hann hefur svo mikla reynslu af æfingahúsnæðum að þá byggði hann sem sagt geymslu. Já. Hér eru allra handa hérna, skór sennilega mér, eða við reyndar höfum ekki alveg komist að því af hverjum þeir eru. Já. Ég vil ekki kannast við það, en... Nei. Hérna, Óttar, nú erum við komnir í klefan. Já. Og þetta er engin smá klefi. Við vinnum alltaf þannig að, sko á þannig poweri að það er eiginlega ekki verandi hérna inni nema með eyrnatappa. Bara hreinlega til þess að halda heilsu. Þetta er svona ólíkt því þegar maður var að byrja. Við erum með hérna söngkerfi sem að heyrist í. Allavega fyrstu 5 árin af HAM þá sko heyrðist aldrei í söng á æfingum. Það var ekki nokkuð séns. Það bara söngkerfi voru bara ekki nógu kraftmikil einhvern veginn. Addi trommari sagði alltaf að hann heyrði aldrei hvernig textar voru eða söngur sko fyrir en bara á tónleikum eða á plötum. Já. Hérna sé ég þið með eitthvað skemmtilegt hljómborð. Hér er einhver hljómborð, þannig reyndar. Hvað er þetta? Ekki hugmynd. Eitthvað syntið þarna? Þetta er gamall Roland, VK7. VK7? Yes. Já. Ekki hugmyndu hvort hann er í lagi. Nei. Svona til þess að lýsa umhverfinu hérna. Þetta er alveg svakalega dempað hérna. Já, þetta er alveg, það var smíðað bara sérherbyggi inn í. Þetta er bara smíðað inn í rýmið. Já, þetta er bara kassinn í kassa? Kassinn í kassa og 2-föld ef ekki 3-föld hljóðanangrunn og sjálfstætt loftræstikerfi sem er keyrt út. Já. Þannig að þetta er nógu dempað til þess að það er svona hægt að setja allt svona upp í 10,3 eða eitthvað svoleiðis. 10,5 eða eitthvað svoleiðis. Áður en það fer svona einhvern veginn að heyrast annars þar í húsinu. Já, ok. Og það er náttúrulega bara aðstæðan sem manni hefur dreymt frá því maður var
lítill, sko. Já. Þetta nú eitthvað sem einhver hefur bara komið að Sennheiser hérna á. Menn keyra þetta náttúrulega mjög mikið á SM58, 57. Með rauninni að það bara... Og ertu líka bara í stúdíónu og svona, þú veist, þegar þið farið og tækið upp, ertu þá bara með 58? Yfirleitt. Það fer nú eftir hvað ég er að gera, sko. Já. Það, eins og í Spock, Spock er ég alltaf með 58 bara handheldan. Já. Það er einhvern veginn, það er svo mikið, þar nota ég mjög mikið, ég ofsalega mikið að leika við, eða sem sagt leika mér með mækinn. Já. Bara með mismunandi staðsetningar og svo framvegis. Já. Ham er meira basic og þar í stúdíóinu er ég nú yfirleitt með einhvern, allavega í seinni tíð hef ég verið að nota einhverja ribbon-mæka. Já. Sem að menn eru bara orðnir, það er orðið miklu betra mækasafn í stúdíóum á Íslandi en það var. Nákvæmlega, já. Hvernig er svona vinnuferlið hjá ykkur? Svona, eru þið með einhverja rútínu þegar þið hittist og ætlaði að fara að semja músík? Hjá Ham var þetta mjög lengi þannig að í raun og veru Sigurjón var bara hertóminn, hann samdi lögin og var svona ábyrgi kallinn, stóð og skammaði menn ef þeir mættu seint á æfingar og hann hefur eitthvað svona absúlt tóneyra þannig að hann svona getur staðið í herbyggi sem er gargandi háaða og heyrt felskju og svo framvegis einhvern veginn í gegn. Þannig að framan af var þetta ferlið dálítið þannig að Sigurjón kom með frasa að það var unnið í því þeir voru æfðir upp og eitthvað svona. Svo svona í seinni tíð hefur þetta breyst dálítið í hann. Það hefur, við náttúrulega höfum spilað mikið sjaldnar og þetta hefur verið svona stopulli, bæði hittingar og æfingar og kannski tíminn dýrmætari þegar að mannskapnum er náð saman. Og þá erum við meira bara svona að grufla okkur í efni. Og við erum alveg nýbyrjaðir að taka hlutunum létt, skulum við segja, sko. Byrjum gjarnan æfingar núorðið á því að djamma einhverja vitleysu sem okkur finnst sko hlægilegt rugl einhvern veginn og frídjamma í einhvern hálftíma eða eitthvað svoleiðis. Sem að kemur okkur í góðan fíling og einstaka sinnum þá detta menn niður á eitthvað sem að virkar einhvers staðar annars staðar. En það er svona gegnumsneitt í Ham er þetta ferlið. Það er svona hlutinni koma svona dálítið úthugsaðir. Sigurjón jafnvel með útsetningar í hausnum einhvern veginn. Spila fyrir okkur þar sem hann ætlar að spila og sýnir hans hugmyndir að bassalínum og svo framvegis. Svo svona erum við hinnir í því að kinka kolli eða hrista hausinn, sko. Einmitt. Sko trikkið við þessa músík er að þú finnir fyrir henni og sé líkamleg. Að það er ekki nóg að heyra einhverja bassalínu, þú veist að finna hana, skella á þér, sko. Einmitt. Og trikkið að í upptökunni er náttúrulega einhvern veginn að nota þann effekt. Og þá náttúrulega færðu við skemmtilega bjögur og allan að sko.